Góðan daginn og velkomin í þátt númer 70 hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er miðvikudagurinn 31. júlí 2019 og ég ætlaði ekki að vera hérna fyrir en eftir verslunarmannahelgi en af því að ég er með nokkuð verkefni sem er að fara frá mér og fram með gatgöngu þá varð ég að hitta ykkur áður en það gerðist. Og líka svo sem nú er ég bara í fríi hérna heima og tími til þess að stúsa í þessu. En eins og alltaf þá er ég nú búin að setja hérna undan hvar mig er að finna á alnetinu og ég er virkust með handavinnuna mína á Instagram, Helga A71 og svo náttúrulega Ravelli. Sama þar, Helga A71 og síðan er ég með like-síðu á Facebook, verkefni Töskur Helgu, en Facebook síðan mín, einkasíða mín, þar kemur yfirleitt aldrei neitt prjónatengt eða þess aftar, það er bara mitt svona enka. Og ef þið þurfið að senda mér skilaboð eða eitthvað, þá er best að gera það ekki gegnum like-síðuna eða Ravelli, Instagram, en persónulega síðan er bara mitt persónulega, þannig að ég er ekki að samþykkja þar inn fólk sem að ég veit lítil sem að enginn deili á, sorry, en það er bara einfaldlega því það tengist minnst þessu brasi handavinnunni. Nú og eins og ég sagði hér upphafið, þá er ég handavinnu Óð og ég er búin að vera handavinnu Óð í sumarfríinu líka, þráttur að hafa gert fullt af öðru skemmtilegum hlutum. Og ég er að drukkna hérna úr klárum, þannig að ég held að sé svo sem ekkert eftir neina að bíða. Það verður þetta hefðbundna klárverk í vinnslu, hvar á döfinni og hvað þetta pokan og allt þetta típiska. Þannig að ég held svo sem að við séum ekkert að bíða eftir neinu, en ég sit í fyrsta klárinu og það er önnur peysan sem ég prjóna á prjónavélina mína. Það standa hérna fyrir aftan mig og ég er búin að fá núna allar græjur til þess að virka vel. Ég á eftir að koma þriðju vélina í gang sem að gerir spurgninguna og getur prjónað í hring og eitthvað meira. Ég á alveg eftir að stúdera það. Það verður ekkert gert fyrir en að maður muni byrja að vinna aftur og allt svona komið í rútínu. Það er eitthvað sem maður þarf að liggja yfir eins og ég gerði þegar ég gerði þessa peysu. Ég gerði 2, sín ykkur hérna eftir. Og maður minn nefnilega að byrja að sumarfríi sitt á því að fara í veiði með bræðrum sínum og frændum. Og þá reif ég upp vélarnar og skellti í 2 peysur. Og fyrst gerði ég þessa og hún er að því ég er í svona æfingatímabili og þá er ég með hérna svona bara ódýrt gard sem að ég pantaði hjá Woolwarehouse. Akrílgard sem að er 75% premium akríl og 25% ull. Og þetta er frá Stylecraft og er bara litur 2301 rós. Sjá, þetta er svolítið svona minn litur. Og svona líta herrleg heitin út. Ég er í æfingagarðanum undir, ég er að fara út að hjóla svo. En já, svona lítur þetta út. Og að því að ég var ekki komið brugningagræn í gagnið og nefndi ekki að vera að droppa niður lykkjum og sækja þær upp aftur til þess að gera brauðið eða prjóna og hengja svo vélina, þá er þetta bara svona inn á brotið og húka saman á vélinni. Svona snyrtilegt, en þetta er bara alveg vel hægt að nota þessa peysu. Og þetta ég var búin að gera aðra eins peysu daginn en það var áður en að ég var búin að laga vélarnar og allt það og þetta er námskeið hjá gamla Kraftsí, ég held að þetta
My Blueprint í dag eða eitthvað svoleiðis. Og og þar bara leiður hún mann alveg frá A til Ö í gegnum það hvernig maður gerir peysuna og gengur frá henni og lykkjar hana, saumar hana saman, byrja fyrir og allt það. Maður er ekkert vel sofin endilega þó maður sé í sumarfríi. Þannig að ég náttúrulega gerði reyndar ekkert svaka glóríur á þessari peysu. Af því að það er alveg maður fyllir út blað með öllum útreikningum hvað átti að gera nákvæmlega margar umfyrir af þessu og svoleiðis og ég var miklu, þó ég hafi bara gert eina á undan, þá var ég strax miklu öruggari með mig því ég var líka búin að vera að horfa á hitt og þetta á YouTube í sambandi við svona prjónaskap. En ég ætla að setja ykkur á pásu og fara í næstu. Hæ. Herðu, þá er sýni bara aðeins betur þessa bleiku. En þó þetta sé mjög fljótgert, þú veist, stykkin, þegar maður er komin af stað með þetta, þá er þetta samt glettilega mikil vinna í kringum þetta. Og hellingslærdómur og upprifjun og stærðfræði og ég veit ekki hvað, eins og ég var ekkert búin að tala áður. En næsta peysa er The Boxy eftir Joji Locatelli og mjög lengi langar til þess að gera úr fingering en ekki bara hreinlega netti af því að hún er á svo fínu gatni, þannig að, og sjáu þessa fínu rönd, ég segi ykkur betur fyrir þessu eftir. En hún sést ekki rosa vel, bæði það brjálusól úti og það er alveg rugla að reyna að ráða við lýsinguna. En hún er svona, ég fór nánast alveg eftir uppskriftinni, ég reyndar þegar ég tók hana af til þess að fara að gera þetta brugna og þá stytti ég það eins, ég gerði ekki eins margar brýr, mikið af þessu eins og segir uppskriftin, en samt var ég ekkert fjarri því, sko. Þetta er bara, þetta er astnalt svona utan yfir íþróttabólum, en vel. En það sem ég ákvað að gera líka var það að ég prjónaði þetta á vélinni bara úr, Jesús, hvað þetta er allt yfirlýst, þessi sól er að elska okkur, hvítu fabeli. Og af því ég var ákveðin í að lita svo gafnið á eftir. Og ég gerði alveg svaka tilraunastarfsemi á því að ég var ein heima og svona byrjaði fyrst á því að gera hana gula og fór svo með hana út á pall með fullt af pókum undir og úðaði á hana blönduðum svona sýrulitum og til þess að fá svona hreyfingu í hana og það tókst ekkert brjálæðislega vel, þannig að ég bara hendi svörtum lit í pott og skellti peysun honni og þess vegna er hún svona svakalega grænleit. En þessi skil eru alveg undarleg af því að fabeli var allt úr sama lottinu, allt úr sömu aflituninni, af því að þetta er aflitað ullagafn. Og það er greinlegt að dokkan fyrir ofan hefur orðið fyrir minna, eða þetta stykki hefur orðið fyrir meira áreiti. Þess vegna tekur hún ekki litin eins og vel upp. Og er mjög ólík hinnum, en ég er ekkert að láta það bögga mig. Þetta er bara svona hversdags inni júla. Og ég mun klárlega gera fleiri svona úr betra garni þegar að framlíða stundir, þegar ég er alveg örugg með að nota gott garn, eða svona handleitagarn og svoleiðis í vélinni. Þannig vitið það, ég ætla að fara úr peysunni, pása ykkur og draga aðeins fyrir á sólina. Hún er alveg, núna koma bara alveg snaróð í gluggan hjá mér. Augnablik. Sjáum hvernig þetta gengur.
allavega skára fyrir mig, en ég veit ekki hvaða áhrif þetta hefur á upptökuna, vonandi ekki of neikvætt. En þetta er sérst Boxy og þeir sem að horfið á hana Amy Florence frá Stranded Diverk viti það að hún elskar þessa uppskrift og alltaf þegar hún fer í Ameríkuflug þá er hún með þessa á prjónunum. Og ég held að Skeindir, Ellie hjá Skeindir sem er líka podcastari sem örugglega þekki líka. Hún á svona prjónavél og er búin að setja í eina svona peysu fyrir hana sem að Amy kláraði svo. En annars, ég held hún að ég sé búin að gera sem 4 eða eitthvað og ég er ekkert hissa. Þetta er ef maður fílar svona í oversized, í yfirstærð eða hvað sem það kallast, að þá er þetta alveg kjörið í það og mjög svona heilalaust prjón. Þannig lagað, nema þegar maður, já, það er bara að segja, þetta er bara mjög einföld og þægileg uppskrift og hún er líka til í grófari útfærslu og með vaffhálsmáli. Ég átti að skoða það, vaffhálsmáli, ég get nú ekkert skoðað eitthvað grófara því að vélarnar mínar eru bara fyrir svona fínagagn. Það er að kaffa sig hérna inn á milli. Og hrist ykkur, nei, ég hristi ykkur ekki, það er bara ég sem hristist. Síðan kláraði ég loksins sumargjafirnar til barnabarnanna og nú fer ég að dreifa þeim. Því ég minn einasti hvað þetta tók eitthvað, var erfið fæðing. En þetta eru 3 ægissett eftir knillax eða stroff. Það heitir allavega ægir. En þetta er á miðju barnabarnan Erni Leó. Og hann vill ekki hafa band, þannig að hann fær svona bara venjulega húu með smá dúsk. Og þetta er allt úr drops meirinn og extra fæn. Og ég set tölu henni í botnin og kræki svo teginu á dúsknum utan yfir. Þannig að það er hægt að taka svo dúskin af ef það þarf að þrífa húuna eða ef hann vill ekki hafa dúskin. Og krægin er bara voða sætur og plain og situr vel yfir öxlunum. Hans er sem sagt ljósgrái liturinn. Hilmir er með gráan með svona brúnum tón og hann er með svona, og hann týnist örugglega í svona svo höfusmár drengurinn að það er alveg brandari. En hann hlýtur ekkert hann að vaksa upp í þetta. Ef ekki þá er hann bara alltaf nýlega húfu eftir ömmu Helgu sem hefur verið lítið notuð og krægi við það og svo er það hrafntinnaskvís. Hún fekk hann karrígula því ég held ég sé að fara að gera karrígula leikskólapeysu á hana og hún fekk líka kraga og ég kláraði þetta karrígula og ákvað bara að nýta þetta gráa að því hún á líka gráar peysur og gráttu bara mjög hlutlaust í þessu. Þannig að nú get ég farið að afhenda þessi 3 sett sumargjafirnar. Þetta er orðnar hálfgerðar haustgjafir og svo sem ekkert mál þó þetta hafi ekki verið tilbúið í sumar af því að hér er náttúrulega búið að vera bara þvílíka veðurblíðan. Ég hef aldrei verið eins sátt við að vera ekki að fara til útlanda í sumar eins og núna af því að þetta er bara búið að vera dásemd sko, allavega hérna hjá okkur. Og gerir ótrúlega mikið fyrir sáluna að hafa svona gott og fallegt veður af því að það hangir alltaf eitthvað yfir manni. Þetta er aldrei bara eitthvað easy peasy sko. Nú, þá er komið þetta. Síðan kláraði ég loksins Melted Mirage sjalið eftir hann Stephen West sem er bara mjög einfalt bríós sjal. Og ég náttúrulega gæti ekki alveg farið nákvæmlega eftir grófleikunum á því. En það er líka bara má. Ég ætla að opna það svo langt síðan að ég kláraði að ég man ekkert. Já, ég notaði gula garnið, það er svona gradient, er svona, já, þetta er svona sett sem ég keypti hjá Arctic Yarn, hjá Emilia Björna í Noregi. Byrjar alveg í fölgulum og svo eitthvað starf tónarinn litur 2 og ég endaði
með þriðja litin og á þá samt 3 liti alveg eftir sem ég nota bara í eitthvað annað. Svo fékk ég mér hérna Suri Silk frá Nora George Yarn sem bara hvítt Suri. Og þetta prjóna á 4,5 mm prjóna og í uppskriftinni á honum þá hann með svona litla dúska hangandi niðan í hérna sjúklega sætt. En það virkaði ekki með lambsullinni og það var eitthvað svo druslulegt. Þannig að ég sleppti því en ég var eiginlega mest samt spenntust fyrir því. Kannski finn ég bara eitthvað annað gullgatn í svipum tóni sem að gæti hendað í það að búa til litla dúska. Því mér fannst það alveg ferlega flott. Þannig að hér komið létt og gott og fallegt Stephen West Melted Mirage sjal. Einfalt bríós og sko þetta alveg byrjandi að vænt bríós fyrir þá sem eru búin að svona læra grunninn á því. Annars ég rosalega mótið að vera að segja eitthvað svona því að ég hef aldrei fyrir mig persónulega spáði hvort að ég geti eitthvað í prjónaskap ekki. Ég bara prófaði að leita mér upplýsinga á hérna YouTube eða netinu eða spyr vin eða hvað sem og bara kýla á það. Ég meina, sumir byrja á því að læra að prjóna sokka á pínulitla prjóna með örfínt band og þú veist, meðan að ég var á sínum tíma miklaði það svolítið fyrir mér að því að bandið var svo fínt, þú veist, halló, og þó þetta taki tíma, það bara allt í lagi. Já, vaðu reyni í annað. Nú, svo ég með eitt verk hérna sem hjá Kristínu í Vatnsnesi. Ég fór til hennar þegar við vorum á leiðinni í Borgarfjörð eystri, komum við í skrúði hjá henni á Laugarbakka í gróðurhúsinu og litla hornin hennar og það var algjört æði. Keyptum okkur jarðaber og gatn og svo var mönsa á jarðaberjum á leiðin til Akureyrar og hérna stróki fallegu gatni og nema hvað, ég tók með mér soldotna kropp peysuna til þess að sýna henni og svo sagði ég við hana með við vorum hana að því við ákvaðum þá að ég myndi gera nokkuð sýnishorn fyrir hana fyrir semst núna handverkshátíðina og gatgönguna og hérna og ég sagði hún bara hafa peysuna samt átti ég eftir að ganga aðeins frá henni hérna í handakreikunum svona gapir aðeins pínu ég ætti að laga það en bara svo mátaði hún og hún svo sjúlað flott í henni að ég eiginlega líka að ég láti henni hafa hana og fái bara gatn hjá henni í staðinn. En nei, ég segi bara svona, hún klæddi hana allavega ótrúlega vel og ég notaði hérna BFL garnið hennar, Blueface Leicester ull, Superwash og það, já, 100% Blueface Leicester ull og það eru 225 metrar í 100 grömmunum og ég notaði hérna, það vantar spýtur og það vantar hérna, það vantar miða þess að segja eitthvað hvað liti ég notaði en auðvitað ég náttúrulega með það í mér að vera líopið, sko. Held ég að örugglega verið búin að setja já, upplýsingar hana. Og hún allavega komin á mynda hana á Ravelli, ef ekki, jú og líka á Instagram, ég sótt hana það. En ég notaði þessast 4 liti frá henni, vetrasól, lísu, gullbrá og milligráan. Og ég lengdi búkin eins og svo margir aðrir gera og ég síkkaði pínlítið ermarnar en þetta var svo fljót prjónað að það var alveg bara rugl. En sérst, já, ég var allavega með hérna BFL DK gatni frá henni og peysan hjá henni og ég nota hana bara eftir gatgönguna. Hún fær að hafa hana sem sýnishorn og bara eins og þið vitið, það fer ekkert á milli mála, ég elska gatnið hennar. Og þegar að hann langaði svo fyrst fleiri sýnishorn sérst úr BFL grunninu sínum
og þá úr sokkagrunninum að þá og hafði bara 2-3 dögum áður en við lögum á stað austur, þá hafði hún gert svona geðveikan helgulegan lit sem heitir Secret Garden og ég ætlaði nú bara aldeilis að renna við hjá henni til þess að næla mér í hesp á því, en það var ekki til skrúð, hún var ekki komið með það niður skrúð og við fórum eitthvað að rappa saman og hann langaði að fá sýnishorn og ég sagði bara já, ég greiða það bara og við ákváðum að ég myndi gera 2 sokkapör og sjalið og svo náttúrulega hún með soldókna kroppið og ég vildi endilega fá að nota Secret Garden litin í verkefnið. Þetta var í þessum fína þetta dót neðan á bókunum, þetta nýja, þetta algjör snilld, þetta búið að vera í veiðitúrum og alls konar suppuskap og það sér ekki á þessu. En þetta sem sagt Secret Garden og við vorum að spæja hvaða sjal við ættum að gera og ég fer inn á Ravelry hjá mér og sýninni að ég prjónaði Júlí leyniprjóns sjali fyrir Stephen Mosaic Musings og hún sá það og við bara báðir já, ok, þetta verður sjali. Ég ætla að sýna ykkur Þetta var ógeðslega skemmtilegt verkefni. Þetta var leyniverkefni sem ég var búin að tala þarna í þáttunum áður en ég fór í frí. Hrikalega gaman að vinna með honum. Þetta var mikið aksjón á því að það lá svolítið á því að það kláraðist á réttum tíma og hann var mikið að ferðast og allt. Þetta dýrðin. Þetta það sem ég gerði fyrir hann og var sett út með látum svo það kæmist í myndatöku og allt það. Mosaic Musings, þetta því miður kemur ekki almenna sölu alveg strax held ég af því að þetta var í leyniklúbbnum en þá þurftum við að velja gjarn á móti og það var spurning með hinn fræga elfurlit en á bakaleiðinni að austan þá var hún búin að taka, hún var sérst ekki heima og ég kom bara við hjá henni og átti að velja annan sérst hreina litin með og hún hafði sett elfur og svo annan sem hún kallar Unique og og ég var alveg búin að sjá fyrir mér elfur í þessu en svo þegar ég sá hana Unique þá bara boing, það bara small saman þessi 2 gæjar hann ekki alveg svona rosalega hann eitthvað svo ákafur á skjánum hann aðeins afslappaðari þannig að ég gerði annars svona sjálf. Mér finnst þetta að vera svona næsta hitti hjá Stephen. Mér finnst þetta að vera svona næsta exploration station hjá honum. Svona verður vinsælt þegar að því kemur. En hér dýrðin úr garninu hennar Kristínar. Ég gerði þetta úr úr Westwool og garni frá Wall Collection, svona singles, það var alveg geggjað. Þetta náttúrulega sami grunnurinn í báðum litunum, en það var alveg jafn geggjað að gera þetta. Ég breytti örlítið. Það átti að vera 5 garðar í viðbót hér á milli. Ég fækkaði þeim og ég fækkaði líka aðeins inn í þessum munsturbekk. Af því eins og ég sjái þá það bara mjög stórt þannig og ég að setja á mig í fyrsta sinn sko. Ég held ég hafi ekki einu svona getað hitt á mig því að það lá svo á að koma í suður. En þannig að þeir sjá það að ég hefði ekkert við stærra sjal að gera fyrir mig af því ég strekki það líka svolítið duglega til þess að strekkja á þessum munstri vel svo það sjáist. Ég elska þetta. Ég veit þetta alveg. Geðveik uppskrift. Ég viðurkenni það alveg, þetta orðið svolítið mikið þegar komnar einhverjar 600 lykkjur á prjónana en þá býður manns þessi hluti hér, affellingin. Þetta bleik. Jæja, afsakið þetta að koma óvænt símtal þarna sem ég var að svara.
En já, þannig að þetta sem sagt Mosaic Musing sem var í leyniprjóninu fyrir júlí hjá Stephen West sem sagt þá það þannig, ég held þetta séu 3 mánuðir og þú ert í svona klúbbi og fær sent gagn og uppskrift og gerir þetta eftir því og það allir með sama gagnið og sömu uppskriftin og allt það en af því að ég var náttúrulega búin að gera þetta úr orginalsettinu og það komið til Amsterdam og mér langaði svo sjúklega að eiga svona að þá ég náttúrulega bara mega glöð að Kristín varð svona sjúk í uppskriftina líka. Þannig að þetta ein ástæðan fyrir það. Ég var að drífa mig í að hendi í podcast fyrir en ég ætlaði að því ég þarf að skella þessu í póst og eftir ásamt 2 öðrum klárum sem ég sýni ykkur núna næst. Sjá, þess að leggja þetta snyrtilega frá mér. Nú og það eru sem sagt sokkar sem ég gerði fyrir hana, líka úr þessum BFL grunni og sokkarnir, uppskriftin heitir Hickory Sock og eftir Leni H-O-E-M-E-L-A. En ég á eftir að setja þetta inn á Ravelry síðuna mína en þá verður náttúrulega tengillinn og uppskriftina þar. En það eru svona blúndu sokkar og þetta gull í mundliturinn, 100% BFL nylon, nei ekkert 100 bla bla, BFL nylon sokk, gull í mund, 75% BFL ull, superwash og 25% nylon og það 425 metrar í 100 grömmunum. Ég að fá mér annan kaffibolla, þetta alltaf læg. Gull í mynd. Ég ætla að taka þetta hérna af strekkjurunum svo ég geti ætla að ná í gervifótinn minn. Svo geti sýnt ykkur bara blúnduna almennilega á þessu. Og svo nettur þessi gervifótur, það getur endilega víst að þetta sé eitthvað betra. En þetta sturla fallegt. Og þetta prjóna frá, hún svolítið fótsmá, tá og upp. Og þetta bara flaug af prjónunum. Ég gerði þetta meira og minna allt upp í veiðivötnum. Annan sokkinn, seinni sokkinn. Eða fyrir, ég maður ekki. Og ég mæli svo innilega með þessu og líka sko þessi hæll, ég var búin að vera að reyna að finna svona hæl sem prjónaði frá tá og upp og þessi sá alauðveldasti sem ég hef gert í þeim dúr. Og ég mun örugglega nota þennan áfram sko því hann dýfkar náttúrulega hérna yfir ristina í staðan fyrir að vera bara með stittan umferðarhæl. Og ég veit eins og fyrir manni minna þá það, hann með svo háa rist og það hentar honum mikið betur. Þannig að hérna eitt par af sokkum fyrir Kristínu og síðan gerði ég annað bara svona eins og við köllum vanillu sokkapar og ákvaðum að hafa það bara alveg plain til þess að leyfa litunum að njóta sín. Það Parade. Sami grunnur og áðan 75% nei þetta wow, vakna, þetta 100% Blueface Leicester ull, superwash 400 metrar í 100 grömmunum. Þetta sama og í DK grófleikanum hjá henni. Og við ákvæmum eins og ég segja að hafa þetta bara svona mjög plain og hérna garðaprjónsröndin mín svona skilin á milli táar og leggsins og ég gerði bara hérna hæl sem að mína Philip gerir á sínum sokkum, þetta svona stittur umferðarhæll og gerði hann bara og hún gerir svo mikið í garðaprjóni og ég ákvað að hafa hann í garðaprjóni svo væri líka hægt að finna svona áferðina á garninu, að vera ekki bara slétt prjón.
Þetta eitthvað sem á eftir að vera káað á og stúderað. Ég er bara með lausa affellingu hérna, þá prjóna ég, þú veist að þetta er sléttubrauð, þá prjóna ég affellinguna líka slétt á bruguna til þess að hún verði svona slök. Þetta er ekkert fallegt endilega svona, sko, en nauðsynlegt til þess að komast í þá, fyrir mig allavega. Þannig að nú fer ég bara að pakka þessu og sjalinu og senda til Kristínar. Hún er náttúrulega með peysuna, þannig að þá er hún komið sýnishornin frá mér. Þið er alveg að kafna yfir allir þessum klárum. Ég er alveg við það. Nei, það verður rosa gaman að taka til hérna þegar ég verð búin að þetta er búin að liggja allt hérna í kringum mig. Ég hef ekki vilja ganga frá þessu fyrir en að ég hef haft tækifæri til þess að sýna ykkur þetta. Nú svo kláraði ég, gott að það var ekki á leiðinni þarna austur, Peyton's Croix sokkana sem að garni sem hún nafna mín gaf mér í aðventuleiknum okkar hérna á síðasta ári. Amerískt garn, sokkagarn. Það er 50 gram í hespunni, 75% súpugósull og 25% nælon, 152 metrar cirka í 50 grammanum. Þannig að þetta er svona, með við það, þá er þetta þessi sportgróleiki. En ég prjónaði þetta á 2,25 eins og hina sokkana og þeir eru kannski aðeins þéttari en það er ekki neitt, sko. Og þeir eru náttúrulega bara röndóttir og æðislegir og ég setti eftir á ég setti hann hæl til þess að röndurna myndi halda sér í sokknum. Og þá kemur svona, það verður svolítið skemmtilegt að í svona röndóttum sokkum að setja eftir á ég setti hann hæl. Og ég hlakka til að prófa að vera í þessum af því þetta gat komið svo skemmtilega óvart hvað það er ótrúlega mjúkt en maður finnur líka að það er alveg mjög sterkt í því. Þannig að já, en eitt sokkaparið, það er bara eitt klár eftir. Það er nú eiginlega bara svona, ég var að leika mér, ég maður sér eftir að klippa endana. Ég var að leika mér með garn sem að systir mín færði mér frá Ameríku fyrir nokkrum árum og það var mjög fínt og ég var aldrei svona, ég var búin að, hún gaf mér líka aðra hespu af þessu 100 gramma sem að fór í svækbekkin hjá mér og þá var það fínt að ég var að hafa tvöfalt. En að því ég var með prjónavélina uppi þá ákvað ég bara að skella þessu í prjónavélina og gera mér svona kraga. Af því að eins og þegar ég er út að hjóla út á vegi og svona þá er rosalega gott að hafa við hálsinn og líka að geta sett yfir eyrun og svo leis. Og þetta er eitthvað dýrðargarn og það er eins og allt annað hérna eftir sumarið. Bara miðarnir hafa strokið með garnupplýsingunum. Hér á náttúrulega verið litlir fingur á ferð og svona. Þannig að ég já, þetta var bara svona tilraun. Ég prjónaði bara renning þangað til ég var alveg að vera búin með garni. Og skildi smá eftir til þess að festa saman hérna. Ég notaði hennar svo kallar mattress. Nei, hvað notaði ég á þetta? Nei, ég húkkaði þessu bara saman á vélina og felldi af á þann háttinn. Með skæri hérna, ég ætla bara að klára svo ég geti sagt að þetta sé klár, sko. Það verður maður að vera búin að klippa endana. Satt. Þannig að þetta var svona bara míniklár, bara svona þess að klára, fá meira út úr prjónavélina áður en að ég gekk frá henni. Þannig að þetta er síðasta klárið. Þetta er frá nei, ég get ekki, ég sé alveg fyrir mér, þetta er úr svona, þetta
þetta svona samhjálparverkefni þar sem að vera að hjálpa konum að koma undir sér fótunum og vera að kenna þeim að lita gatn og svo það selt fyrir þær og þær fá ágóðan af því. Nú, þannig að þá, gott fólk, eru klárin loksins búin af prjónunum, en ég spann eina 100 gramma hespu hérna fyrr í júlí, var að prófa nýjan litara sem mjög vinsæl, er kölluð Spin Jones og er á Etsy. Og ég keypti aðeins hjá henni, það var góður afsláttur núna fyrir spinnara út af Tour de Fleece dæminu. Það er svona, þá eru við að keppast við að spinna á meðan að Tour de France er í gangi. En ég kepptist nú ekki meira við að spinna en svo að ég gerði eina 100 gramma hespu. Og þetta er bara, þú veist, brjálæðislega bleikt. Ég hugsa þetta verður sennilega hérna, kannski húfa eða hluti af munsturbekka eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er bara svona 100% Superwash ull með smá bling í. Þetta er semst 95% ull og 5% eitthvað bling. Það var bara ógeðslega gaman að spinna þetta og mig langar að fara að spinna miklu meira og nota blöndunarborðið mitt og erum að fá ull í það og svona. Þannig að nú eru öll klár, loksins búin og ég hef ekki hugmynd hvað þetta er orðið langt af því þegar síminn hringdi þá sá ég ekkert hvað var komin mikill tími. Þannig að þið bara setið á pásu við að hættið að horfa eða bara hafið það eins og þið viljið. Nú ég náði loksins að setja í nokkrar umferðir í Northeasterly sem ég er að gera einmitt úr hinum aðventuprjóna kassanum sem að ég fekk fyrir jólin frá henni Agnesi, prjónasystur minni, og það er búið að bætast aðeins við hérna eitt renning. Þetta tutlast, róli heitunum, og þetta er bara mjög næs verkefni að grípa í svona. En ekkert eitthvað brjálæðislega mikið að frétta. Ég er alveg að vera búin með renning nr. 2, meðan að sumar konur eru bara alveg að vera búin með teppi nr. 2. En það er alltaf, þetta er bara njóta verkefni. Kennir manni svona aðeins að þú veist, sumt getur ekki bara orðið tilbúið strax. Eins og til dæmis vettlingarnir hennar Guðlaugar sem áttu nú að koma í ferðalag en urðu bara eftir af því að ég var svo óánægð með úrtökuna hjá mér og ætla að rekja upp niður fyrir úrtökuna og gera hana upp á nýtt. Af því ég horfði ekki reynilega eitthvað, ég var aðeins svo seint að kvöldi, horfði eitthvað vitlaust á þetta og öðrum megin er grá úrtakan og hinum megin gul en framan er hún báð megin gul en illa gerð þannig að ég verði alveg sátt við að rekja þetta upp. Annars veit ég að þetta mun passa, ég vil hafa og svolítið þétt á mér og ég átti að gera hérna þumalinn en þeir eru bara svona voða, það ætla að vera voða pentmunstrið. Af því það er ekkert svo mikið kontrast á milli litana. Þetta er Navia Duo og Rumfo. Og hérna, ég gerði tilraun á þessum vettling. Og ég passaði mig alltaf á því þegar ég tók prjónana upp að hafa, af því maður er alltaf með báða litina í gangi einu, að ég var alltaf með gula litin fjær og gráa litin nær. Og það skiptir máli. Það verður fallegra, sérstaklega í svona, og það áttur að sjást betur þegar maður þvær þetta, sérstaklega í svona smá munstruðu. Sjá, það kom engin svona skrítin skil af því að maður hafði orðið víxlað litunum á puttanum, ef við skiljum hvað ég á við.
ég sé allavega mikið mun og þær voru nú búin að vera að reyna að selja mér þetta prjónasystur mínar hér og það var svona umræða þetta og ég ákvað bara að prófa þetta og ég bara verð að viðurkenna að þetta skiptir máli. Þá veitum við það allavega hjá mér. Nú, ástæðan fyrir að ég er ekki byrjuð að fitja upp á neinu af þessum verkefni sem ég ætlaði að fitja upp á í vor eða eitthvað, öllum peysunum og því, það er bara inn í stofu en þá að bíða. Er svo að ég náttúrulega datt í þetta sýnisamna prjón fyrir Kristínu, tók þátt í þessu Craziness með Mosaic Musings sjalið fyrir Steven. Það bara átti hug minn allan hann á því tímabila því að það var svaka tímapressa og síðan datt ég pröfuprjón hjá Mínu Philip, The Knitting Expat sem ég pröfuprjóna mikið fyrir og hún er, það sem ég fíla við hana, hún er mjög svona bara straight forward, no nonsense, ekki kjaftaði, bara mjög já, bara svona mjög einfalt alltaf hjá henni en hún notar áferð mikið til þess að gera þetta svona meira spennandi og þetta á að vera svona stutt peysa. Hún er kölluð Yorkville, ég veit ekki hvort það var endalegt nafn og ég má sýna hana því að hún er búin að sýna hana sjálf. Ég átti að fara hérna aðeins lengra niður og svo kemur stroff. Hún á eiginlega ekkert að vera síðar en svona cirka hér. Og svo er hún síðarma og hérna, nú þarf ég að fara að spýta í lóana með hana. Fyrst ég búin með hinn sem voru á meiri tímapressu. Og ég er að nota bara Drops Charisma. Og þetta eru á prjónum 3,75 mm og stroffið örgulega 3,25 þá. Bara eins og, ég held ég að við náðum nefnilega prjónafestinu á, eins og hún gefur upp á uppskriftinni. Og þetta er litur númer 11 og svona haustlegur og kósí, þannig að þetta verður skvísulegt við gallabuxur eða eitthvað svoleiðis sætt. Það voru verkin í vinnslu búin. Það voru bara þessi 3 að því ég var alltaf að keppast við að klára það sem að var á prjónunum. Þannig að, já, og ég skrifa hérna að því ég með svona punkta hjá mér hvað ég ætla að tala um og svo ég gleymi ekki neinu. Og stendur hérna að því ég tala alltaf um hvað er á döfinni. Það bara er allt á döfinni. Það er allt þetta sem að bíður mín í pókunum minn í stofu. Fullt af nýjum hugmyndum. Sem að leiðir okkur þá bara beint inn í hvar maður getur skrifað hugmyndirna sína niður og byrjað að undirbúa sig þó maður komist kannski ekki í að gera verkefni strax. En hún Guðrún Helga Þórðardóttir var að gefa út hérna prjónapunktar sem ég held að þið allar séu það örugglega búin að verða vara við á Facebook eða búin að eignast hana jafnvel. Og hún skrifar hérna aftan á: Bókin Prjónapunktar er hagnýtt minnisbók fyrir áhuga fólk prjónaskap. Bókin er hönnuð með það í huga að halda upplýsingum verkefni í vinnslu til haga með því að skrá jafnóðum og safna saman á eitt stað helstu upplýsingum hvert prjónaverkefni. Í bókinu má einnig finna ýmsar gagnlegar upplýsingar sem gott er að hafa til hliðsjónar þegar verið er að prjóna eða hanna flík, svo sem þýðingar, stærðartöflur, upplýsingar grófleika garðs, prjónfestu og fleira. Og svo hérna fannst mér þetta alveg frábært. Svona miðar sem maður getur klippt út og sett með því sem maður er að gefa. Hérna, þetta tók endalausan tíma að búa til en þú ert þess virði. Og svo þvottaleiðbenningarnar og búið til að. Og hérna er annað, ég vil ekki monta mig en ég bjóð þetta til. Og svo er bara fullt af svona línustrikuðum blöðum. Svo er þessar þýðingar. Peysumál, prjónað á aðra sem er alveg snill. Þá getur þú sett inn allar upplýsingarnar þú veist, það er bara hérna, það er nafn
aldur, skónúmer, þyngd, bara er allur pakkinn. En náttúrulega, og hérna næsta dagskrá, ég þarf að fara að fylla þetta út. Uppskrift og staðsetning, garðtegund sem mælti með, punktar og breytingar sem að, já, mig langar að prjóna. Prjónfestan mín þá, það er mjög sniðugt. Þá skrifar bara garðtegundina sem þú ert að nota og svo byrjar kannski að prófa það á 2 mm prjónum og skrifar þá inn hvað fara út því, hvað fara margar lykkjur á 10 cm og margar umferðir á 10 cm eitthvað og svo er alveg gefið upp, það er pláss alveg fyrir 4 prjónastærðir fyrir hverja garðtegund sem er alveg ríflegt. Venjulega er maður í mesta lagi að prófa 4 upp eða niður frá uppgefinni eða svona ráðlagið, þú veist, það er alltaf gefið bara svona ráðlegging að hönnurinn notaði 3,75 í þetta gat til að fá þessa prjónafestu og svo vinnum maður svo út frá því. Og það er hérna hægt að hanna sitt eigið mynstur sem er mjög ógeðslega spennandi og bara verkin sem þú ert að gera, uppskrift, staðsetning, hönnur og bara litur og magn. Þetta er svona eins og handskrifa rafverli sem er alls ekki vitlaust. Og hérna verki vinnslu fitjað upp á og lokið. Þetta er bara geggjað, bara til hamingju með þetta, Guðrún Helga. Þetta er algjört æði og gaman að hérna hafa verið í samskiptum við þig. Og ég vona bara að þetta eftir að slá rækilega í gegn. Og já, ég er alveg, nú er ég að fara að byrja að nota hana. Ég hef einhvern veginn þurft að klára Vatnsnes-ævintýrið og svo bara, núna er ég að byrja að prjóna. Núna er haustprjónið að fara að detta í mig og þá er gaman að byrja með eitthvað svona nýtt samhliða því. Að punkta þetta niður í bók og auðvitað líka inn á rafeli. En að því ég er ekki með tölvu frammi hjá mér, það var þægilegt að hafa bókina þar og getur svo komið inn í herbergi og fært inn þegar það var við. Nú, þegar að við vorum á heimleið frá Borgarfirði Eystri, þá brunuðum við á mánudagskvöldi til Akureyrar, gistum þar eina nótt og við höfum getað farið að stað heim strax morgunin en mér langaði svo að komast í Kviltbúðin á Akureyri því ég var aldrei farið þangað að við byrjum til 12 svo ég kæmist þangað inn. Mjög gaman að koma þarna inn og yndisleg þjónusta og bara hlýlegt og krútlegt. Þið þekkið það sem að hafa komið þarna inn og hún er náttúrulega þarna með handlita gatnið sitt, hún dóttir Dyeworks, hún Salome og þetta féll maður í frystni. Nú ég sá það fyrsta sem að greip mig, sem er svolítið fyndið, sko, þetta er Katja Airlux. Þetta er svona fínt glansband og ég ætla að gera eitthvað á prjónavélinu úr þessu. Og þetta eru sem sagt 300 metrar í 50 grömmunum. 600 metrar í 100 grömmum. Þannig að þetta verður eitthvað svona fínt og fluffy. En málið er að í apríl þegar ég var á Abbavatni þá fór ég að heimsótti, eða kom Helga vinkonu mín í Grímsnesi og sótti mig og við fórum í gatbúðnar í hérna á Selfossi og þar keyptum við okkur svart gróft Katja gatt með svona glansi sem að ég er að fara að viti upp á loksins með. Ég ætla að gera hérna flax peysuna eftir Tenkanits og því. Þannig að það er að fara að gerast og ég fekk mér í peysu og rúmlega það af þessu og svo er hún með, ég vissi það nefnilega að það var nýbúið að fylla á vegginn hennar Salome og þetta eru 50 gramma hespur sem er algjör snild, sérstaklega þú veist í sjalabrensanum og þessu og eins og fyrir mig ég er að gera sokka þá eru 50 gramma af aðalitnum nóg ef ég er með aðra liti í hæl og tá og brugningu eða
bara tvennu af þessu þrennu. Sokkarnir mínir aldrei meira en 64 grömm. Mestalega, ég held ég eina sem 66. En þetta bæði 75% merino súpuvos, 25% nælon og það 212 metrar í 50 grömmunum. Og þessi hérna græna dásend heitir Wish. Og ég sé ekki almennilega hvað stendur hérna. Þetta. Og hún mjög flink í að gera frekknótt garn, hún Salome. Mér finnst þetta æði. Hún náttúrulega svolítið hérna litasprengja. Og það það sem mér svo æðislegt við íslensku handlitarana. Þeir eru svo ótrúlega fjölbreyttir og ólíkir að maður bara freistast hjá þeim öllum. Þeir eru allir með eitthvað sem að höfða til manns. Það er svo rosalega fjölbreytt hjá þeim og duglegar að koma með nýtt. Það eins og ég hafi bara verið í brjálegu gattsukki í sumarfríinu, en jú, ég var það alveg, ég bara leyfði mér að viðurkenna það. Ég var búin að safna mér pinning af því ég vissi að ég kæmist ekki á handverkshátíðina. Þannig að ég bara hef búin að vera að leyfa mér það sem ég hefði annars eitt þar. Og það var meðal annars að kaupa mér í peysu frá henni Ingu Rós frá Héraði. Og ég fékk mér Romantík sem 100% súpuvos merino. 400 metrar í 100 grömmunum. Og þetta bara svona off-white grunnur með voða fallegum rómantískum freknum. Og munsturbekkurinn, ég veit ekki hvort ég sé hugsanlega að fara að gera aðra svæk. Munsturbekkurinn verður sumarsmellur sem að mér finnst bara sjúklegur, sko. Ég bara bilaðist þegar ég sá hann hjá henni. Já, takk. Eitt svona. Hann þá munstrið. Þannig að einn í prjónahófnum í Reykjavík sem að gera, fleiri en einn sem ég sitt mikið með, sem að gera svæk og það. Mér langar að endurnýja mína svæk. Hún eins og ég segi, ég þurfti að gera hana, munsturbekkurinn hjá mér úr tvöföldu svona leysgarni og það seig rosalega í sundur strax munstrið og það nýtur sín ekkert óbúslega vel þessi fallegi blúndubekkur. Og hún bara líka orðin alltaf stóra því að sumir hafa minnkað eftir að hafa loksins náð að hætta í þessari stigra veislu sem ég var búin að vera í 1,5 ár. Og þannig að hún bara orðin alltaf stóra mig. Ekkert falleg lengur en ég bara í henni heima og svona. Bara kósí peysa. Þannig að þetta gæti alveg hugsanlega orðið ný svækstelpa. Svo ég búin að vera að horfa lengi á þennan hönnuð. Og þetta Drögn Design. Og eins og ég segi, ég ekki að fara á handverkshátíðina. Þarf ekki að afsaka þetta, en ég fékk mér þessa trilltu mottu. Ég veit ekkert hvað ég á að gera við hana. Ég tíma ekkert að hafa hana á gólfinu og ég hugsi að hafa hana bara á borðstofuborðið, sko. Ég geti klappað henni eða eitthvað. Það bara geggjuð. Sjá ekki kellinguna. Þvílíkt fallegt handverk og bara alls ekki dýrt miðað við vinnuna sem ég veit að liggur á bakvið svona, því að ég gerði mikið af þessu sem krakki. Ég man ekkert hvað þetta kallað. Þetta nokkuð, en þetta ekki að knipla. Ég man það ekki. Þetta svona þráðurinn dregin í gegn og hnútaður utan sig með sérstakri nál sem ég á einmitt til líka. Þannig að þetta svona splurgeið mitt
Þetta er handverkshátíðar stassi, það er Inga Rós og þetta. Ég get svara, ég held sé að vera búin. Nú það er búið að vera bara, ég er ekkert búin að vera eitthvað mikið að djöflast í töskubransanum, einfaldlega því ég veit að ég hef ekkert, ég ætla að búa til eitthvað af töskum fyrir gatgönguna með, ég á svo mikið að rendum töskum núna, ég ætla að gera líka með þess að draga saman úr bútasaums efnum. Það verður svona bútabragur á þeim. Ég ætla að reyna að gera eitthvað af þeim fyrir hérna gatgönguna 7. september og ég verði í handverkskunst eins og í fyrra, nema á nýja staðnum í handverkskunst, þarna fyrir neðan, ekki þarna fyrir ofan þar sem það voru. Og ég er búin að kíkja þangað og hérna, það verður bara gaman að vera þar og ég hlakka ógeðslega til. Það var sjúklega gaman síðast og maður hafi verið dauður í 2 daga eftir. Það var alveg, þetta var æði, það var svo gaman að hitta alla og bara frábær dagur. Og þannig, en það er alveg fullt til í búðinni og ég er alltaf, það er alltaf eitthvað sem týnist út og hérna, síðan held ég bara eftir gatgönguna þá, já ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að ákveða neitt, en ég er svona bara búin að vera frekar róleg í þessu, við erum búin að vera náttúrulega bara á 1.000.000 ekki heima hjá okkur í sumar. Við erum maður minn hann er búin að fara tíðis í Veiðivötn og fara til útlanda og ég fór með honum í seinni ferðina í Veiðivötn og við erum búin að fara í Borgarfjörð Eystri og vera þar í nokkra daga og nú ætlum við bara að vera stillt og prúð hérna heima hjá okkur verslunarhelgina eins og svo oft áður. Já, búin að vera mikið bara út að hreyfa okkur, hjóla, bara á fjöll og bara njóta. Ég leitaði aðeins gagn, ég man ekki hvort ég sagði eitthvað frá því síðast en ég átti fullt á óleituðu gagni og tók hérna trilling einhvern tímann, ég man ekki einu sinni hvenær og þetta var einhvern tímann eitthvað. Hafði bara þörf. Já, þannig að svona stikla á stóru, ég ætla ekki að fara eitthvað að tala brjálæðislega mikið hvað ég var að gera því þetta er bara örugglega orðið ógeðslega langur þáttur. Og bara þegar afsakið það og bara pási mig eða hættið eða hvað til bara hafið eitthvað endursemi. En það verður sjálfsagt ekki svona mikið þegar ég kem aftur, ég veit ekki hvort það verður alltaf verður ekki örugglega eftir 2 vikur en 70 þættir, maður minn. Er ég alveg að vera 2 ára fyrir október. Vá. Já. En já, þetta er eitthvað sem ég er ekki að fara að sleppa að gera. Eins og ég hef áður sagt, þetta veitir mér aðhald, þetta er skemmtilegt og ég er búin að kynnast svo miklu af frábæru fólki hérna í gegnum þennan miðil og bara ótrúlega þakklátt fyrir það. Og ef þið þurfa að hafa samband þá bara rafið líð eða like síðan á Facebook eða Instagram eða hér undir vídeónu eða hvað. Og bara, ég segi bara hérna, ég óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna. Ég reikna með að það verði 2 og við sjáumst bara hress og kát næst. Takk fyrir og bless bless.